Spektrum, ég heiti Stefán Ingvar. Í þessum þætti fáum við til okkar gestafinu pólitíska sviði og förum yfir þeirra vinstrisinnustu, hægrisinnustu, frjálslyndustu og íhaldssamustu skoðanir. Og með mér í dag Jónas Már Torfason. Velkomin. Kærar þakkir. Þú ert oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi. Já, nýkjörinn. Nýkjörinn og hvað hægrisinnustu skoðanaðin? Þetta mjög góð spurning, sko. Takk. Mér finnst þetta svona skemmtilegt setup á þessum þætti að svona fá svona öfgarnar svolítið inn, sko. Já, ég vil svolítið að markmiðið mitt svolítið að vekja athygli á því hvað allir eru öfgafullir. Já. Ég einmitt ekki sérstaklega öfgafull típa, sko. Nei, en ég hef frá bara blautu barnsbeini alltaf átt svolítið erfitt með svona yfirvald, sko, þú veist, og reglur. Já. Það allt í lagi svo lengi sem það make sense fyrir mér, sko. Ég er lögfræðingur, já. Það kemur seinna reyndar. Okay. En þú veist, alltaf með kennara og eitthvað svona, þú veist, ef mér fannst þeir ekki einhvern veginn bera svona eðlilega virðingu fyrir mér og mínu svona, minni persónu, að þá átti ég svona erfitt með það og var oft með uppsteyti og svona, sko. Og þetta alveg ennþá, þú veist, allar svona reglur sem mér finnst ekki make sense, ég á mjög erfitt með það, þú veist, og eins og svona skipulagsreglur. Okay. Þú veist, ef þú bara eitthvað land út á landsbyggðina, það finnst mér að ég bara geta byggt skúr á landinu án þess að fá eitthvað leyfi. Já. Þannig reglur fara til dæmis alveg vel í taugarnar á mig, sko. Þetta einhver eðlilegur millivegur þarna og eitthvað svona, en já, svona reglur sem mér finnst ekki make sense og mér finnst eitthvað svona overreach inn í eitthvað svona einhverja persónufrelsi og daglegt líf. Ég er erfitt með það. Ok. Þetta minnir mig á pistilinn sem að Halldór Benjamín skrifaði gott að blanki Kópavogi. Ertu að tala beint við Halldór Benjamín? Nei, sko, en ég verið að tala svolítið um þessi málefni í Kópavogi. Það virðist ekki vera sama, þú veist, milli Jóns og Séra Jóns. Ég hef las þennan pistil og trúði alveg að þetta gengi mjög smurt fyrir þennan stóra aðila og þessi mörgu fyrirtæki sem opnað þarna mathöll í Kópavogi. En svo maður tala við, sko, atvinnurekendur lítilla fyrirtækja og svona minni fyrirtæki í bænum að þá þeirra upplifun allt önnur. Okay. Tala við mann sem opnaði veitingahús í bænum og þar var það einmitt, sko, þú veist, heilbrigðiseftirlitið sagði eitt og eitthvað þú þarft að fara og byggja einhvern svona, kom með einhvern búnað og svo kom brunavarnaeftirlitið viku seinna eða eitthvað og sagði, þú mátt alls ekki hafa þennan búnað, þú voru að taka þetta. Oh, fuck. Og svo sagði hann, já, en þetta var það sem heilbrigðiseftirlitið sagði ég fyrst að gera og þá var það svona, já, ok, ekkert mál, vinnum það, þú veist, þannig að þetta var gerðanlega kannski ekkert svo ströng krafa eftir Já, ok. Sko heilbrigðiseftirlit, það á sveitarstjórnarstigið, það ekki? Það á sveitarstjórnarstigið. Já, þannig að það sér heilbrigðiseftirlit í Kópavogi og... Já, og einmitt ef þú ert að opna til með veitingastað, þá þurfa allir þessir úttektaðilar að koma og tjekka þetta sé allt í lagi. Já. Og þetta hefur verið svona eitt af mínum áherslumálum að þú veist, það mjög erfitt fyrir fyrirtæki sem að hefja rekstur. Segjum að þú ætlar að opna veitingastað og þú tekur út lán hjá banka og hættir vinnunni og færið eitthvað fólk með þér í þetta sem þú þarft að borga laun og svo framvegis. Það skiptir öllu máli að þú getur hafið reksturinn sem fyrst. Og það trekk að gerast að maður að sjá fyrirtæki sem kannski koma inn í húsnæði þar sem var atvinnurekstur fyrir og hann hættur og þeir eru að koma inn og þá allt í einu þarf að gera fullt til þess að hefja rekstur þarna áfram. Þannig að það var greinilega ekki vandamál þá en allt í einu að vera vandamál núna. Og einmitt svona aðilar sem tala ekki saman, misvísandi upplýsingar, það er kannski löng bið eftir að koma í úttekt, svo koma þær, hafa einhver athugasemdir, kannski eitthvað sem er ekkert mál að kippa í liðinn, en svo komast þeir ekki eftir fyrir eftir nokkra vikur. Allan þennan tíma er maður að blæða vaxtakostnaði og maður ekki að fá tekjur inn, og sérstaklega fyrir svona fyrirtækja þá eru fyrstu vikurnar mjög mikilvægur bara og getur verið bara munurinn á milli fix og ófix milli þeirra sem að fara í svona rekstur, sko. Já, það þannig að skemmtistaðarinn rétt hjá okkur þar sem við sitjum núna sem að sko ætlaði að opna síðasta vor í miðbæ Reykjavíkur tókst að opna í nóvember og ég
fór þangað í heimsókn nokkrum mánuðum, nokkrum vikum fyrir opnun til þess að taka stöðuna, spjalla á við þá. Og þar sko var byggingafulltrúin ekki búin að koma. Já, einmitt. Og þú veist, hann var að breyta öllu. Já. Inn á þessum stað. En þetta er einmitt og þetta og þetta byggingafulltrúi síðan kemur brunavarnaeftirlit og svo heilbrigðiseftirliti og svo geta jafnvel verið fleiri úttekt sko, eftir atvinningum en að stundum eða þú ert með vínveitingaleyfi þá þarf lögreglan að veita umsögn og það er kannski sýslumaðurinn, ég man ekki nákvæmlega hvernig það er heldur sýslumaðurinn sem veitir leyfið og lögreglan veitir einhverja umsögn og þú veist allt þetta. Það er mjög mikilvægt að þetta komi strax þegar þú ert að hefja svona rekstur. Af því þú ert kannski búin að búa til eitthvað svona business case, þú ert búin að reikna út hvað það er að selja marga kaffibolla, marga bjóra til að þetta gangi upp. Og svo ef þú bara byrjar á fyrsta degi með kannski nokkra milljónir af auka skuldahala, að þá breytir það öllu reikningsdæminu og þá kannski nærðu aldrei heilbrigði upp úr þessari holu. Þannig að þetta skiptir töluvert miklu máli og það sem ég hef svona talað fyrir að verði gert í fyrsta lagi að það sé bara svona einn miðlægur aðili, bara þjónustuskrifstofa Kópavogsbæjar eða eitthvað og það er bara kontaktinn milli fyrirtækina. Þannig að þú þarft ekki að fara og tala við þess aðila, þú tala bara við einhvern einn og hann sér að safna þessum umsögnum og allt það. Mér finnst þetta svolítið sniðugt hjá mér. Já, og líka að þú getur sko byrjað strax. Þú veist, oftast er þetta upp á að minnstakosti 9,5, þú veist, hjá flestum sem að hefja einhvers konar rekstur. Já. Og þá er kannski alltaf læg að þeir taki áhættuna, hefji sinn rekstur og svo koma úttektaraaðilarnir og þeir hafa kannski einhver athugasemdir og þá bara unni með það yfir einhver tíma. Og frekar en að sé einhverju fasti frestir að það sé eitthvað samtal, hvað er raunhæft. Og það væri þá þessi þjónustuskrifstofa sem maður myndi kannski koma og segja hér eru ekki margir kakalakkar. Já, einmitt, þú veist, hérna erum við búin að tala við heilbrigðiseftirlit, við erum búin að tala við brunavarnaeftirlit, þeir hafa áhyggjur af þessum og þessum hlutum. Við erum búin að passa upp á að það sé ekki misræmi á milli þess sem kemur frá þessum úttektaraðilum og þetta er það sem þarf að gera og getum við ekki fundið eitthvað plan þar sem að þú veist með hvernig reksturinn þinn lítur út, ert að gera einhverja fjárfestingaáætlun þú veist úrbætur á einhverjum, ég veit ekki, neðarútgöngum eða hvað nú skilur sem kemur upp. Þannig að allan tíman getur þú samt verið að fá inn einhverja tekjur og verið að selja þína þjónustu eða þínar vörur án þess að þú sért að lenda á einhverjum hörðum stoppi. Og þú veist, þetta eru auðvitað einhver fínn meðalvegur, ef það eru kakkalakkar í hveitinu eða eitthvað, þá auðvitað þarf bara að taka fast á því. Hversu margir kakkalakkar ætti að mega verið í hveit? Ég er svona 1,5 kakkalakki á 100 kíló. Vá, það er mjög lítið af kakkalakkum. Já. Ég myndi halda að það veri eðlilegt, svona prótein viðbót í sjálfu sér sko. Mér finnst þér ekki nuts að stofna veitingastað. Af því að sko ég get ekki hugsað mér að, eins og ég var að opnaði ísbúð í hverfinu mínu fyrir ekki mjög lengi, hún fór síðan á hausinn. Og ég var að hugsa ég fór í þessa ísbúð og geðað næs náungi sem opnaði hana. Og ég fór bara að ímynda mér lífið hans, þú veist, hann er heima hjá sér bara eitthvað, ég vona að ég selji nóg og bragðar í dag. Er þetta eitthvað líf? Þetta er náttúrulega klikkun, sko. Ég hef oft hugsað, sko, ég hef alveg verið til í að vera kokkur. Ég er mjög gaman að matagerð og þú veist, þetta er svona kreatíft outlet af mörgu leyti líka. Ég las fyrstu bókina hans Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, sem ég get mæli eindrið með og hann fer mikið út í þessa sauma, hvað þetta er mikil bilun og hvað er mikið af svona hobbyfólki sem fer út í hana rekstur og veit ekkert hvað er að fara út í og fer náttúrulega hvínandi kúpurna bara leið. Ég held að sé ekkert margir að fara í þetta til að græða fullt af pening, allavega ekki, þú veist, veitingastaða segmentið, þú veist, þú getur náttúrulega verið með einhverja svona skyndibitakeðjur og haft töluvert upp úr því, en það er þá orðin miklu meiri business frekar en passion, sko, og oftast er þetta nú af passioni sem fólk er að fara út í svona rekstur. Dóri DNA talaði það, sko, í einhverju viðtali að þessi reglugerð var að hafa neikvæð áhrif á matarmenningu á Íslandi. Altså ekki þessi reglugerð, heldur þessi svona reglugerðar afgnót. Já, ég get tekið undir það. Ég er til dæmis nýfluttur heim frá Danmörku og Danir eru náttúrulega mikið svona smekksfólk hvað matagerðin og Kaupmannahöfn er orðin bara svona kusín höfuðborg heimsins í rauninni. Og þar var mál einhvern tímann þar sem að Noma
sem þú veist, bara allræmdur sem bara besti veitingastæður í heimi, hefur unnið það margoft og Reynir Epstein sem þar yfirkokkur bara svona cult icon Já. Að þeir öllu einhvern tímann að hafa sko lifandi maura á Boston, en það mátti ekki sko, þú veist, það var alveg bannað og þú veist, skilurðu, að einhver leyti finnst mér allt í lagi, þú veist, auðvitað ég ekki vera lifandi maurar. Já, auðvitað ekki vera lifandi skortir í matniðinum nema þú veitir að því, skilurðu, en þú veist, en þú ert að fara einhvern veginn á svona high dining stað sem að prófa okkar nýtt og svolítið, þú veist, að reyna að fara yfir einhver mörk og þú pantar þér lifandi maura að þá finnst mér alveg allt í lagi að það sé boðið upp á það, skilur, og það sé ekki, þetta var síðan eitthvað reglugerð frá Evrópusambandinu eða eitthvað sem bannaði þetta eitthvað velferð dýra, held ég, sko. Ég segi ekki fuck Evrópusambandi, en ég manna þig. En að mörguleyti get ég alveg tekið undir, fólk prjónaði svolítið yfir sig í regluvæðingu og það verið að vinda ofan þeirri þróun í dag. Já, það kom skýrsla frá Mario Draghi sem fyrrum hægri menn elska að tala þessa Draghi-skýrslu. Já. Það uppáhaldið þeirra. Þeir elska það, sko, en þetta kort af því hvernig Evrópusambandi kemst á betri stað, sko. Það það sem kannski hægri mennir átta sig ekki á, að það hugmyndin með skýrslunni að, þú veist, hvað þurfum við að laga? Og ég get ekki séð það öðruvísi en í jákvæða ljósi, sko, þó að það sé bent á þetta sem hvað dæmi hvað Evrópusambandið vonlaust, ég meina, heyrðu, það þá allavega einhver vitund það og það verið að grípa til aðgerða gjörvalla álfu í dag til að reyna að koma til móts við sko þær athugasemdir sem eru reifaðar þarna og reyna að samþætta bjúrókrasíuna og gera það skilvirkari og reyna kippa út reglum sem eru óþarfa, sko. Já, ok, já, sammála. Flott. Þú ert, að rifja upp hægri sinnustu skoðunina þína. Þú vilt ekki heimskulegar reglur sem að, þú vilt aðeins létta á regluverki, hafa það skýrara. Já, ég meina, þú veist, sko, að einhverju leyti það kannski bara virðing fyrir reglunum sjálfum. Ef þú ætlar að setja því það hlutverk að vera að segja fólki hvað það má og hvað má ekki gera, að það fylgir því þetta töluverð ábyrgð. Og maður á ekki að misnota þá ábyrgð með því að setja reglur sem eru tilgangslausar eða ógagnlegar, sko. Já, þetta góð skoðun. En hver vinstri sinnaðasta skoðunin þinn? Þú vilt alheimskommunisma. Já, ég er mikill máisti. Klippa þetta. Sko það náttúrulega, það að mörgu leyti miklu auðveldara fyrir mig að koma með hægri sinnustu og íhaldssömustu skoðanir mínar, sko. Já, af því ég vinstri maður, sko, þá ég kannski, þetta svona eins og fiskur veit ekki hann í vatni, sko. Já, af því hann heimskur. Já, af því hann heimskur. En mér finnst þú ekkert virka heimskur. Nei, það kom að því síðan. Þegar við erum búinir, þá skilur. Nei, sko, vinstri sinnasta sko mín held ég að sé að því, þú veist, ég kem úr, þú veist, atvinnulífinu, ég hef verið, þú veist, bara lögfræðilegur ráðgjafi frá útskrift og, þú veist, mörguleyti með svolítið öðruvísi prófæl en aðrir í samfélkingunni hvað þetta var þar. Þannig að, þú veist, ég að, veita fyrirtækjum ráðgjöf og, þú veist, og kem úr þeim geira, getur maður sagt. En, þú veist, að tala atvinnulífið og þarfir atvinnulífsins vegna trufla mig rosa mikið, skilurðu, þú veist, í mínum huga, þú veist, í mínum huga, í fullkomnum heimi, þyrftum við ekkert atvinnulíf og það þyrfti ekki að vera, einhver hagvöxtur og verðmætasköpun og eitthvað, skilurðu, við værum bara, öll að chilla bara í einhverjum Edengarði og eitthvað svona, sko. En, já, ég meina, þú veist, og svo Eva beit þetta epli. Já, nákvæmlega. Það getum ekkert gert í Takk fyrir það, Eva. Nei, en svo bara búum við í raunveruleikanum, skilur, og það þarf að standa undir velferðinum með einhverjum hætti og það þarf að vera einhver verðmætasköpun. Og ég sýni því skilning og mér finnst það mikilvægt að við búum til umhverfi þar sem það er hægt og þar sem við hvetjum til nýsköpunar og þú veist, fólk fái svolítið frelsi til þess að byrja að skapa og allt það. En eins langt og það nær í þágu, þú veist,
fólksins, skilur, og þjóðarinnar og velferðar hennar. Mhm. En þegar maður svona einhvern veginn tekur umbúðirnar aðeins af þessum málflutningi, að þá sér maður mjög oft verið að tala þarfir atvinnulífsins vegna. Og þá erum við að tala kannski bara, þú veist, frelsi fyrirtækja til þess að verðleggja nú er ég að giska og þú verður eiginlega bara að taka undir með mér, að verðleggja nauðsynjar eins og þeim sýnist, eða þú veist, að arðgreiðslur út af fyrir sig séu heilagar. Já, þú veist, svona hluthafakapítalismi alveg klárlega hefur ýtt undir þessa þróun atvinnulífsins vegna. Og þú veist, mælitölur eins og verg þjóðarframleiðsla sem þú veist, ekki mjög góður mælikvarði á gagnlegan hagvöxt, getur maður sagt. Heldur bara, ég meina, það að brjóta rúðu skapar hagvöxt, skilur, því þá þarf einhver að koma að laga hana. En, og ég veit ekki hvort þú vissir þetta, það er ólöglegt. Að brjóta rúður? Já, hjá öðrum. Já, nákvæmlega. Já. En það sem ég gera stundum til þess að pumpa eins upp tölurnar að ég brýti rúðurnar heima hjá mér. Já, ok. Þetta ráða einhvern úr Kópavogi til þess að, þannig að þú ert fyrir smiðina í Kópavogi. Við erum að pumpa upp þessa tölur til að koma betur út, sko. Já, verkþjóðarframleiðsla er ekki góð mælikvarði. Nei, og þú veist, og að mörguleyti er margt sem gerist í, þú veist, innan gæsalappa atvinnulífið ekkert sérstaklega gagnlegt, skilurðu, þú veist. Hefurðu lesið hana Bullshit Jobs? Ég hef ekki lesið hana, ég veit hana samt. Já. Og þú veist, og það er til dæmis ágætt dæmi þetta, sko. Ég með svona bakgrunn úr fjármálageiranum, þú veist, sérhæfður í bankarétti og svona þeim öngum lögfræðinnar. Og það er til dæmis mjög margt sem á sér stað á fjármálamarkaði sem ekkert sérstaklega gagnlegt, þú veist. Og svo veit ég að það kom einhverjir svona stuttbuxna strákar úr, ég veit ekki, viðskiptaráðið eða eitthvað, þú verður að leyfa markanum að ráða og þú veist, þú getur ekki sett í einhvern stól hvað er gagnlegt og hvað er ekki gagnlegt og eitthvað svona, en þú veist, þetta er svolítið svona bellkörð, mýmið, skilur það er miðjusnittið, en svo á sitthvorum endanum þá er þetta bara svona augljóslega þarf að hafa einhverja stjórn á því hvað atvinnulífið er að gera hverju sinni og beina því í einhvern gagnlegan farveg, sko. Einmitt, sko, af því að mér finnst, og þetta ég hef sagt þetta nokkrum sinnum og allir sem þú ert með að segja þetta finnst ég mjög heimskur og það er alltaf lagi af því að ég er það bara. En, sko, mér finnst markaðurinn alveg fullkomlega óreglulegar markaður hafa tilhneigingu til þess að draga úr samkeppni, þú veist, af því að það mun einhvern veginn alltaf fjár og vald færast á hendur sífellt færri eftir því sem að þú veist, farsælasti banki á Íslandi er einn, eða skilur hann væri ekki með neina samkeppni, skilur við. Þetta er náttúrulega eitthvað sem sko upphafsmenn markaðskapítalismenn spenntu á. Ég meina, ég held að Adam Smith verji löngum orðum í þetta í auðlugum þjóðarinnar. Að þú veist, markaðurinn, hann hefur tilgang og hann er mjög skilvirkur í að útdeila verðmætum. En hann er auðvitað gallaður mörgu leyti, skilur, og þess vegna erum við til dæmis með samkeppniseftirlit og samkeppnisreglur, þú veist, því það er bara mýmörg dæmi það gegnum tíðina að nema það sé verið að passa upp á þetta, að þá er tilhneiging til þess að hlutirnir þróist í þessa átt. Fákeppni og einokun og misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Og það er kannski eitthvað mannlegt í því. Ég meina, þú ert með tækifæri þarna og getur grætt pening á því og þú veist, þetta er allt sem að rökréttar ákvarðanir sem eru teknar en á heildina litið búa til mjög skaðlegt umhverfi, sko. Og síðan er það náttúrulega líka, þú veist, stjórnir fyrirtækja hafa þá einu skyldu að hámarka arðsemi fyrirtækja. Já, það var ekkert alltaf þannig. Bara lagaleg skylda, er það ekki rétt hjá mér? Nú er ég lögfræðingur líka. Já, einmitt. Sko, hlutafélagalöggjöfin gerir ráð fyrir þessu sem svona útgangspunkti. Já. Á Norðurlöndunum hafi verið stigin skref til að reyna að færa fókusinn kannski aðeins annað, þú veist, það er starfsfólk tekið inn í stjórn og það er svona heimilt að líta til annarra sjónarmiða en í grunninn, ber stjórnarmönnum skylda til þess að horfa til hagsmuna félagsins sem þeir eru í stjórn fyrir. Já, og þá náttúrulega horfa þeir í hagsmuna hluthafana og það er mjög auðvelt að fara rök fyrir því að, þú veist, ég á einhver 100 skall í Íslandi er auðvitað að eiga stjórnendur bara, þú veist, ég á ekki að þurfa að tapa pening. Nei, nákvæmlega.
og þetta var ekkert alltaf svona. Gullöld kapitalismans í Bandaríkjunum, það fyrir þennan tíma þegar Chicago háskólinn og Ronald Reagan og Thatcher og þú veist þessi mikla áhersla á hluthafa kapitalisman að það miklu fyrr sko. Þá var fullt af reglum bandarískan iðnað, skattar voru hvað hæstir í Bandaríkjunum á þessum tíma og hvað sterkasta velferðin. Þetta bara beint eftir seinna stríðið, það ekki, sem svona... Jú, upp úr seinna stríðið. Þetta eftir í rauninni sko New Deal hjá FDR sem 33, 34. Eitur í blóði. Já, þeir hata að heyra þetta sko, en þetta samt staðreyndin. Og svo var náttúrulega seinna stríðið sem sjálft náttúrulega gríðarlega mikil búbót í rauninni fyrir Bandaríkin. Það náttúrulega bæði komast í ótrúlega sterka stöðu af því það eru svo margir sem enda á því að skulda þeim eftir stríðið. Og allar verksmiðjurnar eru komnar á fullt og mjög sterk og burðu framleiðslufyrirtæki komin eftir stríðið. Þannig að öll vopnaframleiðsla lamaðist í Evrópu bara eða þú veist ekki öll segja en þú veist svona það hægðist svakalega á og Bretar byrjuðu snemma að kaupa. Já, og Bretar enduðu sko stórskuldir við Bandaríkin eftir stríðið og í rauninni sko bindur enda á heimsveldi Breta þessi skuldastaða eftir seinna stríð sko. 2 strákar að tala seinni heimsstyrjöldina. Ekkert að því. Nei, og það mun alltaf leiða þangað á endanum sko. Ef við myndum sitja nógu lengi þá kemum við aftur að seinni heimsstyrjöld. Strákar munu alltaf tala seinni heimsstyrjöldina. Það svolítið þannig. Mér finnst það miklu meira, ég tengdi aldrei við þetta rómar mín sko, en seinni heimsstyrjöldin. Það alltaf stutt í. Já, þetta oft góður ísbrjótur að hittir einhver svona fella, hvað finnst þér seinni heimsstyrjöldina? Núna þegar ég vil segja ég vera gáfulegri þá segja ég er búin að vera að lesa svolítið Weimar lýðveldið. Já, einmitt. En það er ekki búin að lesa mikið um það. Nei. En það var fucked up ástandana en það leit nefnilega vel út á tímabili í Weimar lýðveldinu. Er það ekki aðalega einhver svona nasistar eitthvað sem verið mikið að spáði í Weimar lýðveldinu? Er það? Já, eitthvað svona hvað þetta var mikil úrkynjun og eitthvað og þess vegna þurfti Dolly að koma inn og Já, einmitt. Það er svona mín upplifun að það er svona smá redd flagg að byrja að tala Weimar lýðveldi sko. Já, ég er svolítið pró Weimar lýðveldi. Okay. Verðbólgan var farin að falla niður undir lokin og... En þannig skulum reyna að sjóða þetta niður, þessa vinstri sinni skoðun. Þú vilt að, sem sagt, atvinnulífið, af því að þú ert í frambúðið, þú veist að atvinnulífið á sjálfsögða njóta sín og bla bla bla, en við vitum að, þú veist, 17. maí, það ekki, hvað 16. Þá þjóðnýtum við allan iðnað. Allt í Kópavogi. En þú vilt ekki að atvinnulífið, þú veist, að atvinnulífið njóti sín eitt og sér ef það er ekki ávinningur fyrir samfélagið, er það? Já, ef við reynum að sjóða það þannig niður og þegar maður segir það þannig virkar þetta náttúrulega alls ekkert sem umdeild skoðun eða sérstaklega vinstri sinni sko, en það er samt tölulega hugsun á bak við þetta að þú veist atvinnulífið sem slíkt í eðli sínu finnst mér ekki eitthvað heilagt sko. Já, einmitt. Og ef við þá tala íhaldssömustu skoðunina þína. Þetta var held ég auðveldasta því ég veit hver mín íhaldssömustu skoðun er. Mér finnst að mannanafnanefnd eigi að þrengja framkvæmdina sína. Fuck! Ekki rýmkana. Hvaða nöfn, ertu búin að sjá einhver nöfn sem þú ert ósáttur þess að þetta búið síðkastuð? Bara alltaf þegar það birta fréttir að nýsamþykktum nöfnum hjá mannanafnanefnd þá kemur eitthvað svona gamall kall upp í mér og bara hvað vitleysa er þetta? Og ég veit, sko, þú veist, ég veit að þetta er fullkomlega óverðanleg skoðun í rauninni nema bara eitthvað svona við verðum að halda í einhvern íslenskan menningararf og eitthvað svona og og átta mig líka á því að þetta er eitthvað svona sem fólk eigi að fá að ráða sjálft kannski sko en mér finnst þetta samt mér finnst bara að við erum með bara mjög góðan katalóg af nöfnum sem er í boði og fólk ætti bara að velja úr honum. Þetta er geðveikt teik, ég er mjög ósammálaður. Og mjög margir eru mjög ósammálaður. En mér finnst bara geðveikt að þetta er skýrasta teik sem ég heyrt í þessum þætti. Vel gert. Takk. Við vorum nefnilega bara ræðið í vinnunni áðan og ég var svona, vá, þetta er íhaldssömustu sko. Og fólkið í kringum þig, þú vinnur á lögmannsstofu í miðbænum, ég þekk lögmannsstofa. Hún heitir Réttir, ég veit ekki hvað hverju er látin svo að sé eitthvað leyndarmál. Nei, það er ekki það, ef maður googlaði mig, það var fyrsta sem kom þegar ég googlaði þig. Og þar er, sko, mín upplifun á Rétti er að þetta sé smá svona
lögfræðistofa Já. Af því að Ragnar Aðalsteinsson, hann Já. svona, hann þú veist, ég náttúrulega hef engan skilning eða tilfinningu fyrir því hver svona pólitík milli lögfræðistofa borgarinnar En var fólk sammálaðar í þessari Libba-stofu sem þú vinnur hjá? Sko, ég held að sé alveg rétt á þeirra ásýndin sé svolítið svona Libba. Ég meina Ragnar var mikið í svona mannréttindamálum og þetta hefur verið svona stofa fyrir stærri mannréttindamál á Íslandi. Já. En það sem ég held að greina svolítið á, sko það ekkert allir einhverjir Libbar þarna. Þetta meira bara þú veist, að það hefur verið svona opið fyrir því að fólk sé pólitískt þarna. Sigurður Örn sem eigandi stofunnar, hann núna inn á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn, skilurðu. Þið Þórnir óvinir? Nei, alls ekki, bara miklu mátar, en það þú veist, að það sé veitt svigrúm fyrir þetta inn á stofunni og að það mjög landlægt í þessum geira að lögmannsstofurnar eru mjög smeygar við einhvern veginn að láta merkja sér pólitískt sko, nema auðvitað þessu, þú veist, í Sjálfstæðisflokknum eða einhverjum tilvikum Framsókn. Það hefur þótt allt í lagi, sko. En þú veist, ég hef alveg, það hefur verið atvinnutilboð afturkallað af því að ég byrjaði að tjá mig pólitík, skilurðu. Á meðan það eru öllu þroskara og svona kannski alþjóðlegra teik þarna á rétti að þú veist, fólk hefur bara fengið leyfi til þess að einhvern veginn tjá sig og kúnnunum treyst fyrir því að vera nógu þroskuð til að láta það ekki einhvern veginn hafa áhrif á málin. Já, einmitt. Þannig að Já. Ok, og ég hef engar fleiri spurningur mannanafnanefnd nema veistu hvernig skipaði mannanafn? Ég hef ekki hugmynd það, sko. Okay. Og eins og ég segir, sko, að einhverju leyti vil ég setja þann fyrirvara á að þetta takmarkað við, sko, nafngiftir foreldra á börnum sínum. Mér finnst alveg að þegar þú ert orðin fullorðin ættur að fá unlockar einhvern svona breiðari katalóg af nöfnum sem þú mátt síðan velja. En þið finnst samt að þetta vera katalógur? Já. Okay, ég alveg þar, sko. Þér finnst basically, af því að þú ert náttúrulega maoisti og kommunisti, þá finnst þér basically að allir ætti að heita Jón, Jónas, Guðrún og Lára, fyrstu 18 ár. Já, Sigríður kannski. Sigríður, já. Og síðan eftir það þá má fólk velja sig. Já, ok. Já, þetta bara mjög gott íhaldsteik. En sko, ein spurningurinn fyrir mér næst á dagskrálið. Sko, mamma þín heilbrigðisráðherra. Stemmir. Og teljum hana niður núna 3, 2, 1 og fyrsta orðið sem kemur upp í hugan á þér þegar þú horfir á mig, ég segi það líka, ok. Þannig að hvað? Bara mig sem mannesku. Ok. 3, 2, 1 lífstílsjúkdómar. Nákvæmlega lífstílsjúkdómar, við sögum það sama. Nákvæmlega. Geturðu látið mömmu þína, og ég veit þess látið, við erum feministar. Já. Ég meina það ekkert. Geturðu fengið hana til þess að ráða mig sem einhver, af því að þú veist, það sést alveg á mér, ég að fara að fá alls konar lífstílsjúkdóma fljótlega. Get ég verið eitthvað svona andlit þessa sem þarf að laga? Já, þú segir nokkuð. Það náttúrulega verið að fara í bara skipulegt átak gegn, þú veist, offitu og eitthvað svona. Ég veit ekki alveg hvort þú klokkir inn í þann þyngdarflokka geta verið svona andlit offitu á Íslandi, sko. Nei, ég get alveg unnið í því. Já. Ég get alveg fitnað. Já, voltar aðeins, kenni heim og svona. Ok, en hver frjálslyndasta skoðunin? Þarna erum við aftur komin í vanda nefnilega, sko. Þú veist, hérna ég fiskur í vatni, sko. Því ég formaður frjálslyndra jafnaðarmanna sem aðildafélag innan Samfylkingarinnar. Já. Og það hefur verið svona kratafélag innan Samfylkingarinnar. Þú veist, svona miðjusækni vængur flokksins hefur oft svona hópast svolítið saman þarna. Já. Sko, aftur, það virkar kannski ekkert brjálæðslega frjálslynd en einmitt að vera mikill feministi og þú veist og horfa til, ég meina þú veist nánast allar mínar fyrirmyndir í pólitík til dæmis konur og eiginlega mörguleyti líka í starfi. Já. Margaret Thatcher. Já, Margaret Thatcher. Já, mikið til. Laura Bush. Já, Elísabet Bretlandsdrottning. Og hvað heitir hún hérna sem forsætisráðherra Japans? Heyrðu, ég man það ekki, en ég var... Hún grjóthörð, sko. Já, hún Hérna Meloni frá Ítalíu, hún mikil fyrirmynd, sko. Já. Fyrst það var að byrja, Japan, segi ég. Já. Áður við förum aftur að tala það, sko, ég var að gera kynningu honum daginn í bókaklubnum mínum.
ekki hana en myndist á hana. Það ekki, hún frjálslyndur demókrati, hún íhaldskona? Ég held hún sé alveg íhaldskona, sko, af því sem ég hef séð af hennar svona málflutningi, sko. Þetta var rosalegur kosningasigur hjá henni. Hlustar á Restus Politics? Nei. Ég mæli með því, það mjög skemmtilegt. Já, ég sá bara þegar það var tilkynnt, sko, hún forsætisráðherra, ég held að sé kosið í þinginu og eitthvað svona, og það var nett, sko. Hún blés sko til skyndikosninga með 2 vikna fyrirvara, af því að þetta var eitthvað svona Frakklandsstemming í gangi. Og hún bara malaði það. Þú veist, það voru allir eitthvað djöfull þetta vitlaust. Já, ég held að unga fólki hafi aðalega einhvern veginn svona stokkið á vagnin, sko. Já, stokkið á íhaldsvagnin. Já, það fucking skrítið, sko. Ok, en já, þú ert mikill feministi og já, ég hljóma eins og einhver bilað pikni þegar ég segi þetta, sko. En, þú veist, en ég held samt að þetta sem það sem ég langar að tala í tengslum við frjálslyndi, að þú veist, að því þetta svona kannski ég byrja í MR og þá þessi mikla svona woke-bylgja að byrja og allir eru rosa miklu feministar og það hinsegirréttindi og allt þetta dót, sko. Og þetta orðið svolítið leim í dag. Mér finnst ótrúlegt hvað það gekk fljótt aftur. Já, bara eins og hendi var veifað, en samt, sko, þegar maður hugsa líka hvað þetta á fljótt, þú veist, hvað þetta kom fljótt, þá fór þetta ekki, þetta fór álíka fljótt, sko. Já. En þetta samt alveg ennþá relevant, sko, og að þessi passað upp á efnahagslegu stöðu kvenna sérstaklega og þú veist bara rétt kvenna líka til að haga sínu lífi eins og það vill, sko. Já. Ertu hlynntur kynjakvótum? Ég hlynntur kynjakvótum, sko, sem tímabundin aðgerð. Ég held að svona best heppnaða dæmi kynjakvóta sem tímabundin aðgerð var í Morphís. Þetta svona dæmi sem oft vísað til. Það voru bara gaurar í... Nei, ekki í Morphís, Gettu betur. Það voru bara gaurar í Gettu betur. Og svo var settur kynjakvóti og þá... Allir voru fucking brjálaðir. Þetta var major mál á sínum tíma. Og alveg fullorðið fólk. Já, bara allir rosa reiðir, sko. Og svo líður tíminn og það eru komnar kvenkyns fyrirmyndir í þessu. Já, Auður Tunna vinkona mín. Nákvæmlega, og bara mjög mörg dæmi það. Já, Laufey Haraldsdóttir vinkona mín líka. Já, margar Gettu betur vinkonur. Já, bara mjög margar vinkonur. Já. En svo bara gerist það sjálfur sér og þá eru allt í einu stelpur bara farnar að segja þetta sjálfar og bara farnar að koma þarna inn á þú veist, ég ætla ekki að segja verðleikum, en þú veist, án þess að þurfa á einhverjum kvóta að halda. Maður sér það að einhver liti líka í pólitíkinni, þú veist, það hefur verið svona, það hefur náttúrulega í einhverjum flokkum verið harður kynjakvóti að þú þurfar að hafa konur á lista á svona dót. Já, það ekki í samfylkingunni? Það er til dæmis í samfylkingunni, það var alltaf í VG líka og örugglega í fleiri flokkum. En svo hefur líka svona, þú veist, eftir því sem að konum hefur fjölgað í stjórnmálum og það hefur svona orðið viðtekin skoðun að kannski geta konur bara verið í stjórnmálum. Já, mér finnst það. Já. Saman, ef finnst það eitthvað, sorry ef ég að vera controversial. Já. Ég meina... Come at me, mér konur geta verið í stjórnmálum. Nákvæmlega. Við erum hérna 2 gaurar að ræða seinni heimsstyrjöld og konur í stjórnmálum. Gerður eru velkomnar. Að þá sér maður að, þú veist, eftir því sem að konum fjölgaði að þá voru fyrirmyndina fleiri og það þótti einhvern veginn sjálfsagðari og það var, þú veist, opnar þessar gáttir. Þannig að já, sem tímabundin aðgerð, ég held að á mörgum vígstöðum, og þetta kannski smá kontroversial, held ég að það sé alveg tímabært að fara stíga tilbaka með kynjakvótana og svona aðeins sjá hvernig hlutirnir þróast. Það hafa náttúrulega verið, sko, stórir sigrar í þessum efnum undanfarið með forsætisráðherrann og borgarstjórann og biskupinn og þú veist bara you name it, skilur við. Ég held að það sé bara nánast forseti Hæstaréttar sem ekki kona, þú veist, af þessum svona æðstu embættum, sko. Þingi, þú veist, það bara miðflokkurinn, það ekki, Framsókn, það Lilja, það Samfylkingin, Kristrún. Lilja náttúrulega ekki inn á þingi, í formennsku, jú, bara miðflokkurinn. Já, ég meina það engin hægt og það breytist. Cool. Ok, ég búinn með allar sko festuspurningarnar. Mér langar kannski aðeins að spyrja það bara út í Kópavog. Ég nefnilega gerði smá research á Kópavogi og það virðist allt bara verið í blóma þarna. Já. Ég var að lesa það, þú veist, það eru lágir fasteignaskattar, lág fasteignagjöld. Útsvarið ekki í hæstu hæðum með hann við. Skuldahlutfallið næstu í 50% undir. Hvað þarf að breyta? Sko, með útsvarið, þetta náttúrulega alltaf skemmtilegt, sko, þegar það er sagt að sé ekki í hámarki. Það
munar eitthvað svona 0,07 á já, þú veist álagningunni, ég held að þetta sé að mörgum stöðum í kraganum haldið eitthvað svona rétt fyrir neðan hámarksútsvar bara svo að það sé hægt að segja að það sé ekki hámarksútsvar. Já, fyndið. Sko, Fjalli fyrir þessu. Já. En sko, ég held að upplifun fólk sagði að það sé bara allt í bestu málum í Kópavogi komið að einhver leyti frá því bara svona athyglisleysi sko fjölmiðla. Reykjavík fær rosa mikið fókus, rosa mikil athygli á Reykjavík. Já. Og þú veist, nema fólk sé eitthvað svona markvisst að setja sig inn í málin í sínu sveitafélagi að það fer það bara eftir því sem það heyrir í fjölmiðlum og þú heyrir aldrei af neinu sem að í Kópavogi að þá það kannski tilfinningin að sé allt í lagi. En þegar maður byrjar að skoða málin að þá sér maður að það töluvert á svona grundvallar þjónustu sem bara töluvert mannrækt og það ýmislegt í því svona ákvarðanatöku í bænum sem er svolítið sérstök með þær aðstæður sem við erum í núna. Það er til dæmis engar óhagnaðardrifnar íbúðir í Kópavogi. Það er allstaðar annarstaðar sko, á höfuðborgarsvæðinu. Er það? Líka í Garðabæ? Líka í Garðabæ. Biðlistar fyrir þjónustu við falla til dæmis er mjög langur. Það er verið að samþykkja beiðnir liðveislu fyrir falla. Nema það er ráðningabann. Þannig að þú veist, það er verið að samþykkja umsóknirnar en svo gerist ekki. Svo gerist ekki, já. Sama með heimaaðstoð fyrir aldraða. Það er verið að búið að taka markviss skref á kjörtímabilinu sem hækka kostnað foreldra. Leikskólamódel er náttúrulega... Já, hvað finnst þér þetta Kópavogsmódel? Ég held að það hafi verið gengið allt og langt í álagningu á þeim sem foreldra, sko. Þú veist, það er verið að elta mönnunarvanda leikskólana yfir á foreldra í rauninni. Það er bara verið að segja við foreldra nota í leikskólan minna og ef þú ætlar ekki að gera það og ætlar að nýta þjónustuna með hefðbundnum hætti þá ert að borga hæstu leikskólagjöld á landinu. Og hvað er aftur, það er er það eins og núna sem ég er Reykjavík-módel, 36 tímar? Nei. Reykjavík-módeli gengur töluvert lengra og það er rauninni töluvert meiri áttin af því sem ég myndi vilja sjá í Kópavogi, það sem er verið að kynna í Reykjavík núna. Í Kópavogi þá er þetta sem sagt 30 tímar. 30 tímar. Og það er gjaldfrjálst og ef þú ert 8 tíma þá ert að borga 56.000 tæpar krónur minnum mig. Ef þú ert 8 tíma á dag. Já, meðan ég held að verið 32.000 í Reykjavík fyrir 8 tíma. Þannig að þú veist, það er töluvert sem er þarna milli. Þú veist, ég áttum alveg á því að þessar aðgerðir, þetta kemur út af illu, skilur það vera að bregðast við mönnunarvanda, það vera að bregðast við vinnutíma styttingu starfsfólks. En mér finnst það hafa gengið alltaf langt í Kópavogi að velta þessum kostnaði yfir á foreldra og það sem meira er í rauninni að þú veist, þau sem eru ekki að nýta gjaldfrjálsa leikskólann eru að niðurgreiða þjónustuna fyrir þá sem nýta gjaldfrjálsa leikskólann. Það finnst mér til dæmis mjög ósanngjarnt sko. Og sko mér fannst alveg blasa við sem og hafði í huga, ég menntaði sviðsöfundur. Lögfræðingur og sviðsöfundur, ég læknir líka faktist. Mér fannst alveg blasa við þegar þetta var kynnt að sko þetta myndi gagnast þeim tekjulægri aðeins verra allavega. Já, sko, sem að reyndar ef við séum einhverju kannanir að það hafi ekki verið tilfellið. Sko, þeir allra tekjulægstu og þá erum við að tala kannski bara, þú veist, hælisleitendur sem er ekki í virkri vinnu og svona, þau hafa verið að nýta þetta í Kópavogi. Já, og öryrkjar kannski. Já, bara, þú veist, fólk sem hefði bara gefnaði að nýta neina leikskólaþjónustu nýtir nú allavega það sem var gjaldfrjálst. Og það er alveg jákvætt, skilurðu. En það er náttúrulega himinn að hafa milli þess að vera með 30 tíma viku og 36 tíma viku. Það er himinn að hafa milli 30.000 á mánuði og 56.000 á mánuði. Já, en maður er 24.000 kall. Já, sinnum 12 skilur við yfir árið. Þetta er alveg peningur. Þetta er tala sem enginn getur reiknað. Nei, allavega ekki við tveir. Ekki við þér, nei. Og þú veist, og það er önnur dæmi. Ég meina það er svona frístundabíll. Þú veist, sem tekur krakkan eftir skóla og skuttlar þeim að æfingu og eitthvað svona. Sákostnaður var hækkaður á foreldra á kjörtímabilinu. Þeir borga cirka 40% af raunkostnaði sko, sem er ótrúlega mikið. Alls konar svona minni aðgerðir. Það er alltaf verið að sneiða aðeins að þjónustunni, það er verið að hækka þessa gjaldskrá, það er verið að stytta þennan opnunartíma. Bara eins og í Sundlaugarnar sem er eitthvað sem ég tala mikið um. Veistu hvernig lokar í kvöldsund helgar? 4. Lokar klukkan 6. Þannig að þú veist, þú leggur á stað klukkan 5 þá ertu bara seinn, skiljum, bara nær varla að fara ofan í.
ég hef líka talað svolítið sko, það fælst þjónustuskerðing í því og þetta ekkert bundið við Kópavog, bara svo ekki sanngirnis, en þú veist, mér finnst þú að geta hringt í bæjarskrifstofuna og bara svona fengið svör við spurningum, þú veist, þú þurfir ekki að senda tölvupóst eða skráði í einhvern símatíma eftir 3 vikur eða eitthvað, þú veist, það sérstaklega í kringum leikskólamálin, það einn svona leikskólafulltrúi og ef hann sumarfrí þá bara færði ekki svör, sko. Þannig að þú veist, þetta þetta líka bara mjög mikilvæg þjónusta, bara þú getur sóttir upplýsingar hvað þjónusta í boði og þjónustu skerðinga minnka svigrúm til þess að sækja þessar upplýsingar. Manni hefur fundist sko menningin í Kópavogi vera svolítið í góðum málum. Minnst þarna Mekó, salurinn og bókasafnið og allt það vera minnst það svolítið flott sko. Ég held að það sé reyndar sko, bara frábæri starfsfólki að þakka fyrir endilega aðgerðum bæjarins að það er til dæmis búið að skera niður í þessi hús á gjörnum sko. Starfsfólki fækkað en það er mjög metnaðarfullt starf þarna og ég held að þetta er ekkert ósvipað kannski Landspítalanum sko. Veist, þetta er ekki góð innviði en framúrskarandi starfsfólk einhvern veginn heldur þessu gangandi sko. Ok, eitthvað sem þú vilt segja þú veist bæinn Kópavog að lokum? Já, ekki nema bara, þú veist, ég að bjóða mig fram bara til þess að bjóða upp á nýja forgangsröðun þarna. Þegar myndast svigrúm í rekstrinum eins og gerist alltaf að því sé forgangsröð í átt að minnka kostnað fjölskyldu fólks, gera betra við eldra fólk, að auðvelda lífið fyrir rekstraðala litlu fyrirtækin í bænum og bara allar sem þurfa að nýta þjónustuna að því eins og þú segir, fasteignagjöldin eru að lesta á höfuðborgarsvæðinu, reksturinn í fínu lagi. Það töluvert svigrúm til þess að bæta þjónustu og það þarf ekki að vera gert þannig að við förum allt í einhverju massífa skuldasöfnun eða reksturinn verði í einhverju ójafnvægi. Það bara hægt í bókhaldinu eins og það núna að taka markviss skref til þess að efla þjónustuna ár frá ári. Mjög gott. Hvenær var, þetta hefði eiginlega átt að vera lokaorðin en síðan var því forvitun, veistu hvenær Sjálfstæðisflokkurinn var síðast ekki við völd í Kópavogi? Ég held að þessi búin að vera með bæjarstjórastólinn í 21 ár. 21 ár, já. Einmitt. Viltu hallmæla einhverjum í lokin? Nei, held ekki sko. Ásdís Kristjánsdóttir kemur hingað eftir viku. Já, ég bara bið fyrir kæri kveðju og ég meina sko, ég hef bara fulltrúið að hún sé að gera þetta góðum hug og vilja bæta samfélagið sitt og ég hef nú sagt það líka í viðtölum, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn í bænum getur verið ánægður með kjörtímabilið að því leyti að veist, þau hafa náð sínum markmiðum. Veist, það er náttúrulega bara sjálfstæði stefnan og hægri stefnan að auka vægi gjaldskrár í opinberri þjónustu og minnka vægi almennra tekjuöflunar, að minnka þjónustu og umsvifnins opinberra, það er bara þeirra case, skilur, þannig að þau geta alveg verið ánægð með árangurinn sem þau hafa náð út frá sínum mælikvarða. Ég bara ekkert sammála því að mælikvarðin sé réttur. Ég held að við ætlum að nota annan mælikvarða og horfa árangur öðruvísi þarna í bænum. Ég bauð þér að allmæla og þú tekur og þú talar mótherjan óvinðin upp gagnvart hennar kjósendum. Já, gagnvart hennar kjósendum, sko. Ég á nú ekki vona því að fólk sem vilji skerða þjónustu og hækka gjaldskrár og þar fara til götunum kjósi mig og það er allt í lagi en ég held að það sé stór hópur fólk sem hefur væntingar til þess en það séu stigin skrefi eftir að aukinni þjónustu í Kópavogsbæ. Vel upp á alinn. Jónas, takk hérlega fyrir að koma. Gerðu það ekki.